Nú við hefjum hádegisfréttir okkar á þessu. Stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar er lokið og ný ríkisstjórn er í burðarliðnum samkvæmt heimildum fréttastofu. Heimir Már Pétursson er niður á Alþingi þar sem hlutirnir er að gerast ansi hratt. Heimir, erum við raunverulega að tala nýja ríkisstjórn Vinstri grænna, Samfylkingar og með fulltingi Framsóknarflokksins? Já, það það sem að okkar heimildir herma sé búið að ganga frá, en það auðvitað ekki búið að því fyrir að stjórnarflokkarnir staðfesta það að þetta sé niðurstaðan, að það sé búið á baku tjöldin að tryggja nýja stjórn sem taki við af Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu og Samfylkingin leiði þá stjórn með Vinstri grænum sem að verði fái síðan stuðning frá Framsóknarflokknum. En þetta auðvitað ekki staðfest ennþá. Þingflokksfundir Sjálfstæðismanna og Samfylkingarinnar standa enn yfir og ég náði aðeins að tala hér við varaformann Sjálfstæðisflokksins áðan og er að vona að hún eða formaðurinn komi hér í viðtal við okkur, en það er ekki víst eins og staðan er núna. Við skulum vona að það gerist í fréttatímanum að við fáum að heyrast í leiðtogum Sjálfstæðismanna. Við ræddum við nokkra í morgun. Við skulum aðeins kannski áður og höldur lengra að kíkja niður til Telmu Tómasson sem býður við þingflokksherbyggi Samfylkingarinnar og sjá hvort eitthvað er að gerast í hinu anddyri Alþingishússins. Þakka þér fyrir, Heimir. Já, eins og þið sjáið þá er hér nóg og fullt af blaðamönnum og fólki að bíða eftir því að heyra hvað raunverulega er að gerast á baku þessar luktu dyr hérna. Hérna fyrir aftan mig er þingflokksherbergi Samfylkingarinnar og þar er kyrfilega læst og við vitum á þessari stundu ekki nákvæmlega hvað er að gerast hérna, en við skulum aðeins athuga hvort hann Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslyndaflokksins, getur hérna rætt við okkur. Það er verið að tala stjórn Samfylkingar, Vinstri grænna og Frjálslyndra með fulltingi Framsóknar. Er þetta rétt? Það er engar slíkar viðræður þar fram. Engar viðræður, en áttu von á því að það verði leitað til ykkar? Já, maður veit náttúrulega ekkert hvað gerist í raun og veru, hvort að þessi ríkisstjórn ætlar að halda velli eða hvort hann heldur ekki velli og þar af leiðandi er allir spádómar framtíðina bara einhvers staðar út í vindinum. Þannig þú vísar þessu alfarið á bug? Já, ég segi bara, við höfum bara sagt það í Frjálslynda og tekið afstöðu til þess að ef að ríkisstjórnin ekki veldur sínum málum að þá var eðlilegt að reyna að hafa þjóðstjórnir í landinu. Værið þið tilbúnir til að taka þátt í slíku samstarfi? Við höfum sagt það og við myndum verið tilbúin að ræða það ef að svo staða kemur upp, því að ábyrgð okkar allra er náttúrulega auðvitað svo að þjóðfélagið sé starfhæft og það sé að setja hér þau lög sem þarf til þess að bjarga hér atvinnulífi og fólkin í landinu. En þú segir það að fullri einurð að þú vitir ekkert þetta sem að ég spurði þig hér fyrst. Já, það var búið til einhvern fréttumynd í morgun, sennilega vegna þess að það er mikið spenna og engar fréttir í loftinu, það var búið með til fréttir og það er því miður ekki fótið fyrir henni. En hvað heyrið þið þingmenn sjálfir gangmála hér? En við höfum ekkert frétt frekar en þið hér út úr herbergjónum, ekki nóg skapað annað. Takk fyrir þetta. Þetta var Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslyndaflokksins og nú gef ég aftur yfir á þig, Heimir Már. Mér skilst að Steingrímur J. Sigfússon sé komin í viðtalið til þín. Já, Telma, takk fyrir þetta. Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, er komin hérna til okkur í Kringlu Alþingis. Steingrímur, það hafa birst að því fréttir fyrst hjá okkur á Vísi í dag, í morgun, að það séu búin að vera miklu meira en þreifingar, heldur það séu búið að handsala það að þið gangið í ríkisstjórn með Samfylkingunni? Já, nei, það er alveg af og frá. Engar formlegar viðræður farið fram við aðra flokka. Boltinn er hjá stjórnarflokkunum og ögur stund í lífi ríkisstjórnarinnar augljóslega uppi núna og það er auðvitað það sem þarf að fást niðurstaða í áður en eitthvað annað getur þá gerst. Nú verður ríkisstjórnin einfaldlega að gera það upp fyrir sig hvort hún ætlar að engjast í þessu áfram og bjóða upp á þetta upplausnar ástand áfram eða hvort að hún játa sig sigraða. Það er forsenda þess að einhverjir aðri kostir komi svo til raunverulegar skoðunar og þar hafa auðvitað fyrst og fremst tveir verið upp á borðinu og í umræðunni núna. Það er möguleikin á einhvers konar þjóðstjórn sem við viljum alls ekki útiloka, enda sé það raunveruleg þjóðstjórn og þær aðgerðir sem þarf að grípa til. Nú ef það myndi ekki reynast raunhæft þá hefur fyrst og fremst verið ræddur þessi minnihlutastjórnarkostur til vinstri á grundvelli þess tilboð sem kom frá Framsóknarflokknum og það hefur svona mallað með í umræðunni.
Þjóðstjórn, til að rifja það kannski upp fyrir fólki, hvað það þýðir, það myndi þá væntanlega þýða að allir stjórnmálaflokkar á þingi kæmu að ríkisstjórn. Já, það þýðir það venjulega að allir flokkar leggja henni lið, ekki endilega kannski allir setja inn í hana ráðherra en allavega standa að henni, og þetta buðum við í stjórnarandstöðunni í október, í byrjun hrunsins. Ríkisstjórnin taldi sig þá ekki þurfa á aðstoð að halda, en útkoman nú þessi sem raun ber vitni, þannig að það má velta því fyrir sér hvort það hefði ekki verið betra fyrir land og þjóð og ekki síst þau í stjórnarflokkunum ef þau hefðu borið gæfu til að þiggja það tilboð þá. Það gerðu við ekki, en engu að síður þá opnum við aftur á þennan möguleika á okkar hálfu, einfallega vegna þess hvers konar óskaplegt ástand þetta orðið. Nú hérna sé hafa þingflokkar, stjórnarflokkarna seti hér á fundi síðan klukkan 10 morgun. Okkar heimildir segja það, Steingrímur, að þú hafir verið í viðræðum við háttsetta menn í Samfylkingunni mögulega stjórn, þannig að hún væri það væri þá ekki stjórnarkreppa nema kannski í orðsins nema kannski nokkra klukkutíma, það væri hægt að þá mynda slíka stjórn mjög hratt ef á þeirra að halda að þessi kostur sem þú nefndir að Vinstri grænir gengin í minnihlutastjórn með Samfylkingunni með stuðningi Framsóknarflokksins. Þetta ekki alveg raunhæfur möguleiki eins og staðan núna á þessum mínútum sem við stöndum hér í þinghúsinu? Já, þetta einn af þessum kostum sem hafa verið svona svífandi í umræðunni, en það var engar formlegar viðræður átt sér stað þetta og ég get ekki sannar orð sagt en það að ég hef ekki hitt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttir, formann Samfylkingarinnar, eða rætt við hana síðan að hún var á leið til Svíþjóðar og ég staðfesti þar með það sem hún sagði í gær. En hefur ekki rætt við Össur Skarphéðinsson? Að engar slíkar umræður hafa farið fram á milli okkar forystumanna flokkana. Jú, ég hef hitt á þetta Samfylkingarfólk, ég hef átt fundi með formanni Framsóknarflokksins, ég hef talað við formann Frjálslyndaflokksins eins og menn gera við svona aðstæður. En ég hef ekki verið og við höfum ekki verið í neinum formlegum samningaviðræðum við aðra. Nei. Ég skil það ég kannski ekki halda því fram að það hefur verið formlega samningaviðræður, heldur að við menn verða að tala saman svona á baku tjöldin. Eru Vinstri grænir, hérna kannski bara bein spurning til þess sem formanns flokksins, eru Vinstri grænir reiðubúnir að ganga að ríkisstjórnarborði við þessi skilyrði sem núna er? Já, við ætlum ekki að hlaupast undan merkjum ef við getum lagt okkar að mörkum til þess að afstýra stjórnarkreppu á Íslandi. Nóg nú samt og við erum tilbúin til að axla ábyrgð við þessar erfið og áhættusömu aðstæður ef við teljum og trúum því sjálf að við getum orðið að liði. Það getur orðið til gagns fyrir heimilin og atvinnulífið í landinu og bjargað þjóðfélaginu hér í gegnum veturinn, þá erum við það. Ekki síst líka til þess að tryggja að við fáum kosningar og það fyrr en seinna. Því að það öllum ljóst að þessari óvissu í íslensku stjórnmálum verður að linna nú. Myndið þið fara inn í svona stjórn undir forsæti Ingibjargar Sólrúnar? Við höfum ekkert rætt slíka hluti að sjálfsögða þegar engar slíkar viðræður hafa farið fram um frágang slíkra hluta og við myndum ekki vera að hengja okkur í einhver aukaatriði eins og þau, hverju leiddu, hvort sem það væri þjóðstjórn eða svona stjórn. Aðalatrið að svo stjórn sem vonandi verður þá mynduð ef þessi fer frá, hún verði starfhæf, geti gengið til verka, fumlaust, gert það sem þarf að gera til að skapa hér aðstæður, þannig að hægt verið svo að kjósa í framhaldinu. Við biðum bara núna, því þú ert nú ekkit, eins og ekkit þægvetur í pólitík, bara setja því í pólitískar spámannsstellingar. Heldur að forsætisráðherra sé á leiðin út á Bessastaði í dag að segja honum að hann hafi ekki lengur meirihluta á þingi? Já, mér sýnist þetta að vera svona á hnífsegg hjá stjórnarflokkunum, já, og ég sagði í gærkvöldi að kannski geti maður giskað að það væru helmingslíkur á því að stjórnin héldi og ef ekki bara skilja það eftir þannig, við bíðum bara frétta og niðurstöður rétt eins og þið fréttamenn. Ef ég mætti kannski líka að lokum Steingrímur með að spyrja þig, ef bara mjög stutt orður, atriði 1, 2 og 3 sem þarf að gera ef ný ríkisstjórn verður mynduð með fulltingi Vinstri grænna. Það þarf að endurskipuleggja stjórnsýsluna á sviði fjármála og hreinsa þar til. Það þarf að fara í umfangsmikinn björgunar aðgerðapakka gagnvart heimilunum og atvinnulíf, halda því gangandi, verja okkur frekara atvinnuleysi. Það þarf að gera hér umfangsmikla breytingar í lýðræðisátt. Það sterk krafa utan úr samfélaginu að endur lýðræðisvæða íslensk stjórnmál og íslensk þjóðmál. Þessum kröfum og mörgum fleiri þarf að reyna að mæta, en auðvitað væri stjórn sem starfaði í stuttan tíma, hver sem hún verður, þröngur stakkur skorinn til að koma miklu í verk, en það að gera það sem þarf að gera.
halda landi og þjóð á floti. Já, það þarf að gera það sem þarf að gera, bara eins og sagt var hér í gamla daga, markmiðið að lifa veturinn af og komast inn á græn grös og til þess þurfum við starfhæfa ríkisstjórn á Íslandi. Steingrímur, sem segir mér svo hugur, ég eitthvað að tala við þig oftar í dag. Þetta verður viðburðaríkur dagur í stjórnmálunum, þakka kærlega fyrir komin okkar á sinni og eins og ég segi, við höfum örugglega að tala meira við Steingrími og Sigfússon en ég ætla að fá þá til mín hérna stjórnmálafræðingana Baldur Þórhallsson og Einar Mar Þórðarsson. Þetta þeirra fag að rýna í hvernig ríkisstjórnin hafa orðið til hér í gegnum tíðin og svo framvegis. Ég byrja kannski á þér, Baldur. Eru það stór tíðindi ef að þessi ríkisstjórn sem kannski í burðarliðinum með Vinstri grænum og Samfylkingu með fulltingi eða stuðningi framsóknarmanna, hvar slík stjórn í sögu íslenska stjórnmála? Það nokkur mikil tíðindi. Þá varum við að tala það hér mynduð bæði vinstri stjórn sem og minnihlutastjórn með stuðningi Framsóknarflokksins og það var ekki margar minnihlutastjórnir setið. Það hins vegar má líta á þetta sem náttúrulega ákveðna starfsstjórn fram að kosningum og að loknum kosningum náttúrulega allt opið varðandi stjórnarmyndun gerir maður ráð fyrir. En stórsöguleg tíðindi, sérstaklega svona síðari tímum, það var algengar að ríkisstjórnin hér áður fyrr sætu ekki út kjörtímabilin en það hefur verið með nokkur svona stöðuleiki í stjórnmálum síðustu svona 2,5 áratug ég held geti sagt. Já. Einar, minnihlutastjórn sem hann minnist þér á, það er ekki algengar á Íslandi en það byggir Ísland á þingræðinu, hún auðvitað nýtur meirihluta með fulltingi framsóknarmanna aðra séð sem myndu verja hana falli. Hvar myndur merkja slíka ríkisstjórn í okkar stjórnmálasögu? Já, við höfum náttúrulega reynda fordæmi fyrir þessu, það hafa setið 3 minnihlutastjórnir hérna á Íslandi og þær hafa allar rauninni verið nokkurs konar starfstjórnir, það er að segja verið að stjórna í einhverja mánuði fram að kosningum, þannig að það eru þetta fordæmi fyrir þessu þó að það hefur nú ekki gerst í seinni tíð. En ég held að það yrði nokkuð merkilegt ef þessi stjórn kæmist á koppinn sem við svo sem vitum ekki og þrátt fyrir að það verði kosningar og eins og Baldur segi verður væntanlega svolítið allt opið eftir kosningar en það var svona spurning hvort að þessi flokkar myndi ekki mynda þá einhvers konar kosningabandalag. Ég ætla aðeins að hvíla okkur hérna í Kringlunni og líta á efni sem var tekið hér í þinghúsinu í morgun því að hér hófust fundir klukkan 10 í morgun, þar að segja þingfundir hjá stjórnarflokkunum en við skulum sjá hvernig stemmingin var hér í þinghúsinu rétt fyrir upp að þeirra funda Edda Andrésar. Já, við ætlum að gera það. Nú, það eins og Steingrímur J. sagði að boltinn hjá ríkisstjórnarflokkunum á meðan þeir funda á Alþingi og á meðan eru orð eins og þjóðstjórn og utanþingsstjórn og starfsstjórn og stjórnarslit og áframhaldandi stjórnarsamstarf bara í loftinu. En aðalatriðið að taka almennilega til í Seðlabankanum, sagði Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra við fréttamenn í morgun þegar þeir kröfðust svara hvort ríkisstjórnin væri fallin. Þetta höfðu ráðherrar og þingmenn að segja málið. Óhætt að segja að morgunin hafi verið annasamur á Alþingi í dag og sögðu samfylkingarmenn stærsta málið að hreinsa til í Seðlabankanum. Eru gerðar kröfur forsætisráðuneytið? Það er gerðar kröfur það að hér verði bara kröftur ríkisstjórn næstu 100 dagana. Og kröftur eins og sem að... En að verkstjórnin verði meiri í ykkar höndum? Við erum tilbúin til þess. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að fara í átökum forystuna og við erum á því að það muni þýða að þeir hafa ekki fullan huga á... Þannig að það þýðir forsætisráðuneytið? En miklu fleiri en það. Ekki síst að það séu faglegir stjórnendur í Seðlabankanum. Það sem að njóta trausts bæði innanlands og utan. Hvernig líst þér á þetta? Ég veit ekki fyrir að fundurinn búinn. Er það rétt að Samfylkingin gerir kröfu forsætisráðuneytið? Ég vil ekki að segja að það grundvallaratriði ná hreingerningu í Seðlabankanum eins og ég að finna. Það aðalatriði í mínum huga. Heldur að stjórnin hendi lifið daginn af? Við skulum sjá til. Bjarni, heldur þú að ríkisstjórnin verði starfandi áfram hér hádegisbilið? Já, nú ég að fara á fund til þess að fara yfir stöðuna og best að vera ekki með neina yfirlýsingar áður en að við heyrum í okkar formanni og komum saman til þess að ræða það hvernig útlitið er. Já, menn eru þetta að tala framhaldið. Við höfum þetta sett okkar óskir ákveðna breytingar eins og varðandi Seðlabank og annað slíkt. En gerir þið kröfum forsætisráðuneytið?
Ég held ekki kannski á þessum tímapunkti rétt að ræða einstaka kröfur við erum svo sem að kalla eftir ákveðnum breytingum. Og þetta hafði iðnaðarráðherra að segja málið í morgun. En þetta ekki rétt að þessi stjórn sé fallin og það sé búið að mynda nýja með Vinstri og með stuðningi Frjálslynda flokksins og Framsóknarflokksins? Já, ég er ekki grunnt þetta. En það er að myndast ný stjórn? Við sjálfstæðismenn höfum lagt áherslu á það á undanförnum dögum og vikum að við erum í stjórnarsamstarfi með Samfylkingunni og meðan að það samstarfur enn við líði þá erum við ekki að gæla við hugmyndir samstarf með neinum öðrum. Ertu búin að gera það upp við hvort þú býður þig fremst til formann? Það liggur ekkert fyrir það. Óljós svör og engin á þessu stigi málsins. Það er einfaldlega beðið í Alþingishúsinu. Heimir Már, hvernig er staðan? Já, það er svo sem óbreytt en þingflokksfundur Samfylkingarinnar er búinn en hingað er kominn til okkar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, við skulum aðeins heyra í honum. Sigmundur, þú hefur væntanlega verið í einhverjum samtölum óformlegum eins og Steingrímur J sagði hér áðan að hann hefði verið við menn í stjórnarliðinu, það er að segja Samfylkingarinnar, það hefur verið rætt við þig það að þið standið við eitthvað tilboð eða hvað? Já, menn hafa viljað fá staðfestingu á því og það er smeðsótt mál að staðfesta það gildir áfram. Þannig að Framsóknarflokkurinn mun standa við það sem að þú sagðir og hefur verið að segja á dögunum að þið munu verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Já, við teljum bara mikilvægast að hér verði almennilega starfhæf stjórn sem geti farið að taka á málum því að þau megi ekki bíða fram að næstu kosningum og ef að besti kosturinn í því efni er stjórn Vinstri grænna og Samfylkingar þá munum við eins og komum við fram verja hana falli. Munið þið gera einhverja kröfu eða hefur það verið rætt til dæmis að þið fáið þá til dæmis embætti forseta Alþingis eða eitthvað slíkt þá þið komið ekki inn í ríkisstjórn eins og þú hefur sagt í viðtölum að þið vilja ekki fara beint í? Já, kröfur okkar eins og þeir voru kynntar þær standa þar að segja það verði tekið á stöðu heimilanna og atvinnulífsins í landinu og skipa stjórnlagaþing til þess að semja nýja stjórnarskrá sem er mjög stórt atriði á okkar mati. En aðrar kröfur hafa ekki verið settar fram enda væru við ekki aðilar að þessari ríkisstjórn heldur eingöngu myndum verja hann af vantrauststillögum. Ykkur er væntanlega ekki alveg sama hvað þessi ríkisstjórn myndi gera? Nei, og ég geri nú þar á leiðandi ráð fyrir að það er aðeins rætt við okkur fyrst nánari útlistun á þessum skilyrðum sem við settum fram en það hefur ekki átt sér stað slíkar formlegar samræður. Miðað við þau samtöl sem þú hefur átt við Samfylkingar fólk, sýnist þér á þessari stundu, ég byrði nú bara að vera spámanlegan að ríkisstjórnar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks séu taldir í dag? Já, ég myndi nú halda það. Það hefur allt stemt í eina átt allavega síðustu 2 dagana og það er mjög vandséð hvernig þau ætla að ná að lappa upp á þetta í dag. Þannig að þú ert sannfærður það að Geir Haarde sé á leiðin út á Bessastaði að segja forseta að hann hafi ekki lengur meirihluta á þingi? Já, ég veit ekki svo sem hvaða hátt hann vil hafa á því en ég ger ekki ráð fyrir að þessi ríkisstjórn lifi daginn af. Segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, nánast staðfestir það að hann telji að þessi ríkisstjórn sé að fara frá og við munum örugglega til að ræða meira við hann í dag eins og við Steingrími og Sigfússon og fleiri en við skulum aðeins kíkja til hérna Telmu og sjá hvernig stemmingin er í hinu andri Alþingishússins. Þið heyri kannski aðeins hérna, ég veit ekki hvort að áhorfendur heyra það en það eru mótmæli hérna fyrir utan, það er ennþá verið að tromma og búa til háað og minna ríkisstjórnin á að mótmælendur eru enn á vaktinni en við skulum aðeins skipta niður til Telmu. Takk Heimir, þingflokksfundur Samfylkingarinnar er búinn, hún er með lokið og það er bara verið að hingra eftir því að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður komi hér fram og tali við okkur fjölmiðlafólk og þar með við þjóðina og þá sem eru að horfa og hlusta og ég er búin að fá meldingu það að það er ekki langt í að hún komi hingað og tali við okkur þannig við hingrum bara rétt á meðan en það er ljóst að það er allt undir og engin veit hver niðurstaðan raunverulega er en ég gef aftur yfir til þín Heimir Már rétt á meðan við hingrum og við komum inn leið og hún kemur Ingibjörg Sólrún. Já, og þá erum við hérna aftur komin upp í Kringluna og ég held að við kíkjum bara á aðra fréttir, við erum að reyna að fá einhvern af forystumönnum stjórnarflokkana, væntanlega fráfarandi stjórnarflokka, en það er þó ekki staðfest og ég ítreka það, þó að sé orðið mikla líkur á því að þetta verði og við teljum okkur hafa heimildi fyrir því, en þá er þetta ekkert staðfest fyrir en að forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa staðfest að ríkisstjórnin sem nú eru enn við völd sé að fara frá. En við skulum bara skipta til hennar og við komum þá inn hérna aftur ef við fáum leiðtoga stjórnarflokkana í viðtal, en við skulum bara skipta aftur í aðra fréttir upp til Eddu á Stöð 2.
Bestu þakki fyrir það, Heimir. Og eins og þú segir, það beðið eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í Alþingishúsinu því þingflokksfundi Samfylkingarinnar er lokið. Við skiptum þangað yfir leið og tilefni gefst til. Við skulum aðeins skoða hlutina í sögulegu samhengi því þing var rofið tvisvar á síðustu öld þegar meiri hluti þings studdi nýja ríkisstjórn. Forsætisráðherra fer með þingrofsvaldið en þó er dæmi í sögunni að forseti Íslands hafi hunsað þingrofsbeiðni forsætisráðherra. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólíklegt að það verði upp á teningnum nú en Guðný Helga Herbertsdóttir hefur verið að rýna þess í þetta. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir að í megin atriðum hafi forsætisráðherra þingrofsvaldið. Jafnvel þó að ríkisstjórnir hafi ákveðið að fara sameiginlega með valdið, er það engu að síður talið að forsætisráðherra geti beitt því einn. Þó að forsætisráðherra leggi það til að þing sé rofið, er það forseti Íslands sem leysir þingið upp. Í sögunni er dæmi að forseti hafi neitað að rjúfa þing, en það var þegar Sveinn Björnsson hunsaði ósk Ólafs Thors þingrof. Það var starfsstjórn og minnihlutastjórn Ólafs Thors sem hafði ekki meirihluta þingsins. Sveinn var að reyna að berja saman stjórn á þessum tíma og jafnvel með hugan við þjóðstjórn. Hann bað Vilhjálm Þór í þessu ferli að mynda utanþingsstjórn. Þannig að þetta var mjög flókin pólitísk skák og forsetinn var að reyna að knýja fram meirihlutastjórn í þinginu eða einhvers konar starfhæfa stjórn. Þannig að hann taldi í raun og veru að ósk Ólafs þjónaði ekki markmiðum þess að koma á starfhæfri stjórn í landinu. Gunnar Helgi segir að það séu tvö mjög umdeild dæmi í íslenskri stjórnmálasögu þar sem forsætisráðherra hefur knúið fram þingrof þegar legið hefur ljóst fyrir að meirihluti þings hefur stutt við nýja ríkisstjórn. Það gerðist árið 1931 og aftur 1974. Gunnar Helgi telur ólíklegt að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, muni neita að rjúfa þing. Og þá væri það allavega óvenjulegt að forseti hundsaði það engu að síður að rjúfa þing, en ég skal ekki segja hvernig stjórnskipunin tæki á því. Þannig var Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði. Nú það er mikilvægt að ný stjórn standi vörð atvinnulífið, segir formaður Samtaka atvinnulífsins sem óttast höft og bönn sem vinstrimenn séu þekktir fyrir. Sindri Sindrason ræddi við hann í morgun. Á meðan stjórnarkreppa ríkir er hér glundroði sem við megum alls ekki við, segir formaður Samtaka atvinnulífsins. Við höfum mestar áhyggjur því ef að næsta ríkisstjórn myndi með einhverjum hætti ætla að fara að loka sig frá umheiminum, ætla að kveðja Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það eru alveg áhyggjur. Að öðru leyti held ég að við myndum segja að það skiptir bara mest að hér sé starfhæf öflug ríkisstjórn með góðan þingmeirihluta bak við sig. Það sé mikilvægast, hins vegar sé ljóst að vinstri stjórn sé þekkt fyrir að vera neikvæð gagnvart atvinnurekstri. Auðvitað er það áhyggjuefni að hér verði haft af búskapur á næstu árum á fleiri sviðum og vantrú á atvinnurekstri og einkaframtaki. En ég held hins vegar að Íslendingar séu nógu skynsemi til þess að koma sér út úr þeirri hugsun sem fyrst. Þór segir hættu á að krónan falli hratt ef óvissan heldur áfram. Það gerir það verkum að erlendir fjárfestar yrðu enn hræddari við að koma hingað til lands. Þess vegna sé mikilvægast að fá hér öfluga stjórn sem fyrst, sem þýðir. Ég held í fyrsta lagi þurfa að koma ríkisútgjöldunum í gott horf, undirbúa fjárlög til lengri tíma. Það þarf að treysta bankana, koma þeim almennilega stað, það er gríðarlega þýðingarmikið mál og það þarf líka að koma þeim skilaboðum til fólks að framtíðin sem bjóst á Íslandi, það verði erfiður tími framundan, en það sé eitthvað plan á borðinu það hvernig við erum að komast í gegnum þetta. Já, það er rétt að geta þess á þessu stigi að okkar fólk bíður í Alþingishúsinu eftir nýjustu tíðindum og við flytjum ykkur þau leið og tilefni gefst til. Við fikrum okkur áfram í aðrar fréttir á meðan og segjum ykkur frá því að 5 menn voru handteknir eftir að hafa klifrað upp á þak Seðlabankans klukkan 2 í nótt og skemmt þar eftirlitsmyndavél. Þeim var sleppt að yfirheyrslum loknum. Hópur mótmælenda kom saman fyrir utan Seðlabankann í gærkvöld, kveikti þar eld og krafðist afsagnar stjórnenda bankans. Það fór allt friðsamlega fram og hafði lögregla ekki afskipti af fólkinu. Mótmælunum lauk svo á öðrum tímanum og slökkti slökkviliðið í bálkestinum. Mennirnir 5 snéru hins vegar aftur að bankanum og komust upp á þak. Og við ætlum að vinda okkur yfir í íþróttafréttir. Arnar, hvað er svona helst í dag? Já, við förum náttúrulega beint inn í Alþingi ef eitthvað gerist. Við skulum fara í körfuboltann en Stjarnan tryggði sér í gær sæti í úrslitum í bikarkeppninni í körfubolta eftir að hafa lagt Njarðvík að velli og þetta er í fyrsta sinn sem að Stjarnan spilar til úrslita.
Njarðvíkingar hafa 8 sinnum unnið sigur í bikarkeppninni og Teitur Örlygsson þjálfari Stjörnunnar tók þátt í 10 bikarúrslitaleikjum á ferli sínum með Njarðvíkingum. Eftir að Teitur tók við Stjörnunni hafa Garbaingar fengið mikinn kraft og hann hefur þjappað sínum mönnum saman. Stjarnan hrósaði sigri í gærkvöldi 83-77. Justin Sjás, stigahæstur, skoraði 29 stig. Og hér slítum við einfallega íþróttafréttir, þær bíða aðeins betri tíma, 9 tíðindi úr Alþingishúsinu. Ég gerir fjölmiðlum grein fyrir því. Ég gerir ráð fyrir því að við munum hittast núna þegar þingflokksfundurinn er búinn hjá þeim. Og þar mun ég segja honum frá því að það náttúrulega einörð skoðun þingflokks Samfylkingarinnar að það þurfa að vera öflug starfsstjórn í landinu sem nýtur trausts til að takast á við þau verkefni sem að framundan eru. Þau eru mörg og þau eru brýn og ef hún á að njóta trausts þá þarf að vera góð forysta fyrir henni og það þarf líka að vera þannig að það sé fagleg stjórn á helstu eftirlitsstofnunum samfélagsins eins og fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum. Sækist þið eftir forystunni? Ég sækist ekki eftir forystunni og það beinast til mín persónulega, þá gerir ég það ekki. Nei, ég er að tala um Samfylkinguna. Samfylkingin gerir kröfu til þess að það verði öflug forysta fyrir ríkisstjórninni, trúverðug öflug forysta og við verðum bara að finna réttu persónuna til þess að gera það. En er búið að ræða við okkur að fara úr forsætisráðuneytinu? Sko, ég er náttúrulega þeirra skoðunar að það við bæði mig og forsætisráðherra að okkur veitum kannski ekki af því að ætla okkur aðeins af næsta mánuðin og það þurfum við bara að finna öflugan einstakling til þess að En er Samfylkingin búin að ræða við aðra flokka hugsanlegt samstarf? Nei, Samfylkingin er ekki búin að ræða það. En þýðir þetta þá með öðrum orðum að þessi ríkisstjórn lifir? Ég get bara ekkert það sagt fyrir eftir fundi með forsætisráðherra, hann hefur þetta auðvitað í hendi sér. Þannig hún er allt eins fallin? Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir yrði forsætisráðherra? Ég tel ekkert sjálfgefið að það kefli flytist með þeim hætti. Ég tel aðarlega atriðið er að þetta sé traust og trúverðug forysta fyrir ríkisstjórninu og við verðum bara að sjá hvernig spilast úr því. En hún gæti allt eins verið fallin eftir daginn í dag? Ekkert veit ég er ekkert meira spámanlega vaksin heldur en þú í geiminum. Það er allt opið í rauninni ennþá? Já, það er allt opið ennþá í þeim efnum. En þið þurfið að ná niðurstöðu í dag, er það ekki? Jú, það þarf að koma niðurstöðu í dag. Þetta getur ekkert verið svona áfram og það er fyrst og síðast þarf að koma hér ríkisstjórn sem hefur traust og trúverðugleika, vinnur verkin og fólk hefur trú á því að ætla að gera það sem að hér býður eftir okkur. Hvenær munt þú hitta Geir? Já. Hvenær munt þú hitta Geir? Þegar þingflokksfundinum lýkur hjá þeim. Hvar ætlið þið að hittast? Hér í þinghúsinu gerir ég ráð fyrir. Veistu hvenær ykkar fundur er búinn? Okkar fundur er búinn. Nei, ykkar Geirs. Nei, ég veit það ekki. Það er nú 2 til að ákveða það. Það var breið samstaða hún að Geir verði forsætisráðherra. Það er mjög breið samstaða það og það er mjög mikilvægt að okkar mati að það sé kröftug ríkisstjórn með öfluga forystu. En þú hefur allt þitt fólk með þér í þessu? Ég hef allt mitt fólk með mér í þessu, já. Og kröftugur stuðningur við þig sem formann? Já, sem formann. Ég sjálf hef auðvitað lýst þér í skoðu minni að eins og ég segi að ég sé nú kannski ekki endilega svo sem eigi að leiða ríkisstjórn við þessar tilteknu aðstæður, ekki ég persónulega, en ég tel að Samfylkingin sé vel í stakk búin til það. En ertu búin að út fyrir aðeins Samfylkingarinnar? Það kemur allt til greina í þessum efnum. En er búið að skoða það hverjir verða hugsanlega ráðherraefni í ríkisstjórn? Nei, við erum fyrst verðum að mynda ríkisstjórnin eða ákveða að halda áfram áður en að nokkuð tekið frekar á. Þarf að gera nýjan stjórnmál og sáttmála? Ég tel að það þurfa að gera sáttmála verkin sem þarf að vinna. Það eru brýn verkefni hérna sem að lúta að því að hag heimilanna, bjargráðasjóði þá heimilanna og eins endurreisn fyrirtækjana og uppbyggingu bankakerfisins, þannig að það er greinilegt að það þarf að taka. En ber mikið í milli þar? Ykkur hefur tekist að þið segja að ykkur hefur tekist að vinna vel saman síðastlegin tæpu 2 ár. Ertu vongóð að þið náið saman í dag? Já, ég bara veit ekkert hvernig umræðan hefur verið á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins og við verðum bara að sjá hvað setur en það er algjörlega af okkar hálfu skýrt að það þarf að fara hér í ákveðna tiltekt í stjórnkerfinu og það getur ekkert beðið og þá er ég auðvitað að tala Seðlabankann í því sambandi. Í rauninni hefur Samfylkingin sýnt ótrúlegt langlundageð allt frá því í haust í þeim efnum og nú erum við bara, höfum við það ekki lengur. En þú veist nú hvernig Sjálfstæðismenn Það má auðvitað breyta lögum en það þarf í sjálfu sér ekki. Menn geta hvenær sem staðið upp og sagt takk fyrir, nú er nóg komið. Finnst þið líklegt að Davíð Oddsson gerir það? Ég ætla ekkert að spá í það. En þið viti nú nokk hvernig Sjálfstæðismenn hugsa í þessa veru. Áttu vona því að þið náið saman? Þú hlýtur að hafa einhverja tilfinning fyrir því? Já, ég get alveg trúa því eins og hverju öðru að við getum náð saman. Ég held að ef að málefnaprógrami liggur fyrir sem að það gerir og mér hefði sé ekki mikill ágreiningur það og ef að menn eru tilbúinir að einhenda sér í verkin strax en ekki að ýta þeim á undan sér
og það verði kröftug forysta, þá er hægt að ná saman. En finnst þér að það hafi verið gert, að menn hafi verið að ýta hlutum undan sér? Ég hef ekki betur séð en að það sé búið að ýta ansi lengi undan sér Seðlabankanum. Þannig að við fáum að heyra í ykkur þegar þið eru búin að funda. Verður það miðjan daginn? Já, það verður væntanlega miðjan daginn. Svo mörg voru þau orð hjá Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formanni Samfylkingar, og eins og þau heyrðið þá er ennþá allt óljóst og allt opið og mér heyrist bara Samfylkingin ennþá vera til í allt, en ég gef aftur yfir á þig, Heimir Már. Takk fyrir þetta, Telma. Við vorum að fá það staðfest núna bara rétt í þessu að Geir Haarde ætlar að koma í andrið þess sem þú ert, nýja andrið, eftir skamma stund og ræða þar við fjölmiðla alla í einu. Þannig að það er von á Geir Haarde í viðtal hér eftir einhverja mínútur. Hann gat nú ekki sagt eftir hvað langa stund, en það verður væntanlega innan ekki margra mínúta, og meðan við bíðum eftir því þá ætla ég aðeins að tala hér við stjórnmálafræðingarna sem eru með hér í Kringlu Alþingis til að ræða stöðu mála. Aðeins kannski, Baldur, þessu skilyrði sem Samfylkingin virðist hafa sett upp eins og heimildir herma við Sjálfstæðisflokkinn. Hvað finnst þér þessi skilyrði? Samkvæmt blöðunum í morgun virðist Samfylkingin vera að setja mjög hörð skilyrði gagnvart Sjálfstæðisflokknum til þess að stjórnarsamstarfinu sé haldið áfram. Eitt af þeim skilyrðum sem ég held að verði mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fallast á er að láta af hendi forsætisráðherra af stólinn. Í rauninni mætti túlka það þannig ef Sjálfstæðisflokkurinn gerði það hefur ekkert verið talað það hingað til í stjórnarsáttmálanum. Það sé ákveðin uppgjöf af hálfu Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn væri óbeint að segja að hann hafi ekki ráðið við það verkefni að stjórna landinu síðastliðna rúma 100 daga. Ég held að verið mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fallast á þessa kröfu Samfylkingarinnar. Auðveldara líklega að ráða við hinna kröfurnar, þó það sé líka mjög stór biti að kyngja að breyta stjórn Seðlabankans. Ertu raun að vera að segja að krafan, ef þetta er rétt, að krafan forsætisráðherrastólinn sé krafa stjórnarslit? Það fer eftir hvernig við munum túlka það. Það er mjög stíf krafa og erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fallast á það, og ég geri nú hvað sem formenn stjórnarandstöðu flokkarna voru að segja hér áðan. Ég geri ráð fyrir að þær þreifingar séu komnar mun lengra heldur en menn gera, en þeir vilja vera að láta. Nú, Ingibjörg Sólrún var hér í viðtali í hinu andrinu rétt áðan og það virðist ekki á henni, hún er ekki búin að formlega segja það að núverandi stjórnarsamstarfi sé slitið. Það er ekki orðin formlega yfirlýsing ennþá, allavega ekki frá henni, en hún sagði að hún reiknaði með að hún og Geir myndu núna í framhaldi af þingflokksfundum funda. Þínum að þetta Einar, ef við kannski gefum boltan á þig, er það bara heldur formsatrið eða er enn von fyrir þessa ríkisstjórn? Það er náttúrulega erfitt að segja. Ingibjörg rauninni gaf voða lítið út á það, sagði að það væri ekki útséð með hana, en heldur bara svo sem ekkert sérstaklega bjartsýn á hún að hún myndi lifa af daginn. Og við sjáum það á lengd þessara funda, nú voru þið búin að standa í rúma 2 tíma. Það er greinilega tekist á inn á þessum fundum og ég gerir ráð fyrir því að menn sé ekki á eitt sáttir í þingflokkunum þá þessa tillögu sem er verið að ræða. Og ég gerir þá ráð fyrir því að þau ætli þá að funda eftir og forsætisráðherra þá að tilkynna Ingibjörgu það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn getur fallist á þessar tillögur eða þá, ef ekki, þá er stjórnin væntanlega sprungin. Þetta minnir svolítið svona ástand eins og var hér á árum svona 70-80 og jafnvel alveg fram undir 90 að ríkisstjórnir voru að falla og koma eins og þú nefndir og hérna áðan, Baldur. Telur að möguleiki á því að við séum kannski að fara inn í annað svona óróaskeið í íslensku stjórnmálum og ríkisstjórnin sitji almennt stutt? Það er mjög eðlilegt að svo sé spurt, sérstaklega í þessu efnahagsástandi sem og það verða ríkisstjórnir, eða svo ríkisstjórn sem mun taka við völdum næstu missurum, þær mun eiga mjög erfitt uppdráttar því þær munu þurfa að taka mjög erfiðar ákvarðanir með róttaka niðurskurður í líklega í velferðarkerfinu í varðandi ríkisútgjöld, þannig að það verða mjög erfiðir tímar og við sjáum nú hvað gerðist í Reykjavíkurborg þegar svona boltinn fór að rúlla og stjórnmála óróleikinn kom til að vera nokkur tíma og það má vel gera ráð fyrir að svo verði
í landsstjórninni, en það má vissuleiti varðandi stöðuna núna að það sé ríkisstjórninni sjálfri að kenna hvernig henni komið fyrir henni, vegna þess að hún hefur ekki svarað því kalli sem hefur verið í samfélaginu því háværa kalli sem hefur verið breytingar í embættismannakerfinu á ríkisstjórnarsamstarfinu, og ef að ríkisstjórnin hefði svarað þessum kröfum í samfélaginu fyrir áramót til dæmis, þá held ég hún væri í alltaf henni stöðu heldur hún í dag. Já, við erum eins og ég segi, við erum hér að ræða málinu út frá hennu stjórnmálalegu sviði. Við erum ennþá að búast við því að Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, komi fram í nýja andrið þinghússins til að ræða við fjölmiðla. Einar kannski stjórn sem ef við erum að gefa okkur að það taki ný stjórn við, það í raun og veru engin öfundsverður af því að vera í ríkisstjórn við þær aðstæður sem nú ríkja hér á Íslandi. Nei, ég held að þetta sé nú ekki kannski mjög vinsælt, en auðvitað náttúrulega stjórnmálamenn eru kosnir til þess að stjórna landinu, og eins og Steingrímur J. benti hérna áðan að þá geta þeir í rauninni ekkert skorast undan því, en ég hef nú nefnt það sem möguleika að það væri kannski hugmynd ef að þetta gengur ekki upp að fá einhvers konar sérfræðingarstjórn, einhvers konar utanþingsstjórn sem myndi þá stjórna í þessa 3 mánuði fram á kosningum. Já, utanþingsstjórnin og svona sem hefur verið nefnt í framhjálaupi í þessum umræðum öllum. Það náttúrulega kostur, Baldur, sem kæmi ekki til nema vegna þess að stjórnmálaflokkarnir á þingi kæmist ekki saman starfhæfan meirihluta. Eins og staðan í dag virðist engin þörf á utanþingsstjórn vegna þess að Framsóknarflokkurinn hefur lýst í yfir, hann tilbúinn að styðja við vinstri stjórn, Samfylkingar og Vinstri grænna, og Vinstri grænir eru tilbúnir í slíkt stjórnarsamstarf, og innan Samfylkingarnar, eins og allir vita, mikill áhugi fyrir slíku stjórnarsamstarfi. Þannig ég held að það nefnir eitthvað nýtt gerist, að það sé ekki að myndast hér það verður hér ekki utanþingsstjórn. Hvaða áhrif hefur þetta á stjórnmál framtíðarinnar ef það gerist nú að Samfylkingin gengur úr skaftinu, gengur úr stjórn með sjálfstæðismönnum, var ég hugsa framtíðina upp á möguleg stjórnarsamstarf þessara flokka, Samfylkingin í fyrsta skipti í ríkisstjórn. Einar, hvaða þýðingu hefur það fyrir samskipt þessara flokka í framtíðinni? Já, ef að Samfylkingin gengur út úr ríkisstjórninni, og það þá alltaf matsatriðir hver sprengdi ríkisstjórnina, og flokkarnir eiga svolítið eftir að rífast núna á næstu dögum ef að hún springur, en það getur auðvitað orðið til þess að það verði andaði köldu milli þessara flokka, og maður myndi þá telja frekar ólíklegt að þessi 2 flokkar mynda ríkisstjórnina eftir kosningar. Já, þannig að staðan að verða kannski önnur í íslensku stjórnmálum. Þegar lengi vel á fyrstu árum Samfylkingarinnar, Baldur, þá var Samfylkingin utan stjórnar, loksins komin í stjórn, og það var auðvitað hefð fyrir samstarfi Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks. Þetta sammála Einari að þetta geti sett langt kul kannski í samstarfi þessara flokka, eða samskipti? Það erfitt að segja til það gæti gert það. Hins vegar verður ný forystusveit kosin hjá Sjálfstæðisflokknum núna í lok mars, gerum við ráð fyrir. Þannig að ný forystusveit getur nú kannski endurnýjað og bryggt brýr yfir til Samfylkingar á nýjan leik ef að stjórnin slitnar í dag. Það hefur til þess að verið mjög gott að milli varaformanns Sjálfstæðisflokks og formanns Samfylkingarinnar. Aðrir sem hugsanlega gætu tekið við Sjálfstæðisflokknum geta líka byggt brýr yfir til Samfylkingar. Þannig að við skyldum nú ekki útilokað að þessi flokkar gætu nú náð svona sáttum og nýjan leik. Það getur jafnvel komið saman eftir næstu kosningar ef niðurstöður kosninga leyfa það. Já, það náttúrulega ekki hægt að útiloka neitt í íslensku stjórnmálum, en og ég hugsaði að þó að menn verði svona fúlur út í hvort annan, þá kannski lifir það ekkert mjög lengi, en svona spurning hvort þið getur unnið saman strax eftir kosningar, og þá líka spurning fyrst að þessi ríkisstjórn, það að segja þá alltaf að tala ef að þessi ríkisstjórn lifir af, að eru þá einhverjar breyttar forsendur fyrir stjórnarsamstarfinu eftir einhverja 3 mánuði, þannig að maður finnst það þá ólíklegt ef að þessi ríkisstjórn springur að þessi flokkar fara að vinna saman strax eftir kosningar, þó að sé náttúrulega ekki að útiloka neitt í þeim efnum. Það sem skiptir miklu varðandi mögulega stjórnarmyndun Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks eftir næstu kosningar hvað Sjálfstæðisflokkurinn gerir í Evrópumálunum. Ef hann lokar á Evrópumálin og ekki tilbúinn að fallast á aðildarumsókn að Evrópusambandinu, þá dregur mjög úr, myndi ég segja, möguleikum á ríkisstjórnarsamstarfi þessara 2 flokka. Ef hins að Sjálfstæðisflokkurinn tekur róttæka stefnubreytingu varðandi Evrópumálin, þá má gera ráð fyrir að aftur sé möguleiki upp á borðinu fyrir ríkisstjórn
þessara flokka. Takk fyrir þetta, segjum þetta gott hérna úr Kringlunni. Eins og ég segi, við erum að bíða eftir því að forsætisráðherra komi fram í nýja andrið, en Edda, við skulum aðeins skipta bara aftur upp til þín og sjá hvort að forsætisráðherra birtist ekki hér í andrinu í Alþingishúsinu von bráðar. Takk fyrir þetta, Heimir Már, og þá gefum við umsvifalaust yfir til ykkar aftur í Alþingishúsið þegar, eins og þú segir, Geir Haarde kemur og spjallar við fjölmiðlamenn. Nú, það má aðeins kannski fara yfir helstu atriðin í spjallinu við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur þegar hún kom út af þingflokksfundi Samfylkingarinnar hér áðan. Hún sagði í rauninni, það mátti skilja á hennar orðum, að það væri allt opið, en hún sagði að það þyrfti hins vegar að fást niðurstaða í málin í dag og yrði væntanlega miðjan dag. Hún sagði að aðalatriði væri að þeir væri öflug starfsstjórn í landinu með góðri forystu og nú þurfti að fara í tiltekt í samfélaginu. Þar átti hún fyrst og fremst við Seðlabankann. Samfylkingin hefði haft langlundar geð í þeim efnum, en nú væri það ekki lengur fyrir hendi. Við skulum fara meðan við bíðum eftir Geir Haarde. Já, Ingibjörg talaði þarna veika verkstjórn og að langlundageðið væri á þrotum. Hún situr nú á fundi með Geir Haarde, formaði Sjálfstæðisflokksins, og við bíðum bara með óþreyja eftir því að hann komi hingað fram og tali við fjölmiðla. Það má með sanni segja ekki ríki mikil spenna í loftinu. En á meðan við hingrum eftir Geir þá skulum við líta á atburði gærdagsins og við skulum fyrst heyra hvað Geir hafði að segja í gærkvöldi. Hvað stendur út af borðinu hér eftir fundi ykkar Ingibjargar í dag? Það er bara, niðurstaðan er ekki komin. Það er það sem er niðurstaðan á þessu stígi. Mínar heimildir er herma að Samfylkingin gerir kröfu það að fá leiðandi ráðuneyti sem að snerta efnahagsmálin í áframhaldandi samstarfi, er það rétt? Ráðfærið aðeins betur í þínar heimildir, það er ekkert borðfast í þeim efnum núna. Þú vonaði að ríkisstjórnin haldi? Já, það getur bara alveg brugðið til beggja vona það, en það er náttúrulega ábyrgðarhluti að skilja landi eftir stjórnlaust eða efna hér til stjórnarkreppu, og allir flokkarnir, ekki síst þeir sem nú sitja við völd, bera ábyrgð á því að það sé hægt að leiða áfram til lykta þau mál sem eru hér í vinnslu og varða hagsmuni heimila og fyrirtækja. Og það er líka mjög mikilvægt að svo áætlun sem við erum með og í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn haldi, og við getum staðið okkar í því, vegna þess að þá förum við að sjá árangur. Verður niðurstaða í þessum í kvöld, Geir? Geir, verður niðurstaða í þessum efnum í kvöld? Já, nú síðu von á því. Er ekki ljóst að þið eru undir miklum þrýstingi á að gera stokka rækilega upp í ykkar ráðherralið og í Seðlabankanum í ljósi atburða dagsins? Við erum ekkert undir neinum meiri þrýstingi heldur en vant er. Við höfum ekki útilokað neinar breytingar, hvorki innan okkar eigin raða né í samstarfi milli flokkana, en við náttúrulega ráðum okkar málum sjálfur, sjálfstæðismenn. Það er ekki hinn flokkurinn sem skipar mönnum til sætis í okkar röðum, og sama gegnur auðvitað Samfylkingu. Hefur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins verið kallaður til fundar? Nei, ekki ennþá, en hann mun verða kallaður til fundar áður en að yfir lýkur. Verður það í kvöld? Ég veit það ekki ennþá. Munt þú leggja til breytingar á ráðherraliði flokksins? Það ætla ég ekki að segja þér fyrst manna. En Geir, hvaða líkur telur á því eftir þessar fundi ykkar að þessi ríkisstjórn verði áfram með völd að morgundaginn og liðnum? Ég get ekki svara svona spurningu. Hvað aðri mögulegur í stöðunni heldur en áframhaldandi samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks? Já, það eru kannski ekki sérstaklega margir eða góðir kostir. En ef að upp úr þessu slitnar, þá verða menn náttúrulega að grípa til annarra ráða. Hefur leitt hugan að þjóðstjórn? Ég hefur leitt hugan að ýmsu, og aðalatriðið er það að það sé hægt að stjórna landinu hér fram að kosningum. Þú hefur þingrófsvaldið, Geir, kemur til greina líka að rjúa þing og boða strax til kosninga? Ég hef ekki afsalað mér þingrófsvaldinu. Það kemur til greina? En þreifingar við aðra flokka? Ekki á okkar hálfu, nei, við erum í samstarfi sem við tökum alvarlega og tölum ekki við aðra á meðan. En það kemur sem til greina alveg eins að rjúa þing og boða strax til kosninga? Eina sem ég vil segja það er það að þetta vald er í höndum forsætisráðherrans og hann getur ekki gefið það frá sér, og ég mun ekki gera það. Muntu eiga fund með forseta Íslands í dag eða morgun? Getur verið ákveðið slíkt.
Já, það ekkert borðfast og getur brugðið til beggja vona, sagði forsætisráðherra í gærkvöldi. Hann hefði setið á fundi með sínum þingflokki í morgun og núna í þessum töluðu orðum þá fundar hann með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formanni Samfylkingarinnar og við bíðum spennt eftir því hvað kemur út úr þeim fundi en niðurstaða í málið mun fást í dag, það sagði Ingibjörg Sólrún áðan og þangað til að Geir H. Haarde kemur hingað fram og talar við fjölmiðlafólk skulum við rifja upp atburði helgarinnar en það voru mikil fundahöld alla helgina og eftir eitt slíkan fund þá sagði Ingibjörg Sólrún þetta. Hvenær heldur að það liggi fyrir hvort að þessi ríkisstjórn áfram með völd eða nýverður mynduð? Ætlum við ekki að segja að það liggi þá fyrir á morgun. Það verður ekki gert í klárað í kvöld? Já, kvöldið nú ekki liðið. Þokaðist eitthvað áleiðis á þessum fundi með Geir? Já, það spurning hvað átt við þegar þú segir þokaðist áleiðis. Við náttúrulega eigum bara ágætt spjall þær hugmyndir sem uppi eru þessar breytingar sem þarf að gera og svo erum við að sjá Helstu hugmyndir Samfylkingarinnar? Helstu hugmyndir Samfylkingarinnar, þær eru þessar breytingar í stjórnkerfinu eins og ég hef áður sagt. Það var þar, núna Björgvin G. Sigurðsson búinn að fara fram með góðu fordæmi og fjármálaeftirliti og þá hlýtur röðin að beinast að Seðlabankanum. Hafa verið eitthvað rætt við Vinstri græna að koma inn í ríkisstjórn með stuðningi Framsóknarflokksins ef að þetta gengur ekki upp í kvöld? Ég hef ekki rætt við Vinstri græna. Viljið þið leiða ríkisstjórnina sem eftir samstarfinu fram að kosningum? Já, ég meina við erum alveg tilbúin til þess að gera það og það gæti alveg verið vel ástæði til að skoða breytingar á verkstjórnarvaldi. Það engin ástæði til annars. Við ræðum mjög margar hluti og það allt undir. Þeir sjálfstæðismenn vilja kjósa 9. maí, hafið þið fyrir ykkar leyti sæst á það? Við teljum að sá það geti alveg komið til greina eins og hver annar en það engin niðurstaða í því. Það verður auðvitað að ræða það milli flokkan allra. Áttu von á því, Ingibjörg, að þú eigir eftir að funda frekar með leiðtogum Sjálfstæðisflokksins í kvöld? Ég á nú ekki von á því að það veri frekar í fundarhöld okkar á milli í kvöld, hvort að það verði fundarhöld á morgun, það önnur saga. En þú sagðir áðan að niðurstaðan í þetta kæmi á morgun? Já, ég held að sé ekki hægt að bíða lengur. Ég meina við auðvitað ræðum málinn í kvöld og niðurstaðan verður liggja fyrir á morgun. Það ekki eftir einn að bíða. Hvað með þig sjálfa, Ingibjörg? Heldur þú ótrúið áfram sem formaður flokksins og sem utanríkisráðherra? Ég auðvitað bara held ótrúið áfram í því að styðja ríkisstjórn og vera í henni meðan að annað ekki ákveðið. Hefurðu starfsþrek til þess? Ég með ágætt starfsþrek þó að ég þurfi auðvitað að ætla mér aðeins af núna. Ég með ágæta heilsu ef út í það farið, ég þarf bara að ná þreki. En hvenær verður arftaki Björgvins fundin? Veistu það, ég get ekki svara því það fyrir nú allt eftir því hvernig ríkisstjórnin verður með það held ég. Já, hér býðum við eftir því að Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, komi og tali við fjölmiðlafólk. Hann hefur ekkert tjáð sig eftir þingflokksfund með sínu fólki í morgun. Hann situr núna á fundi með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í þessum töluðu orðum en eins og þið sjáu hér á bakvið mig er mikilið frétta og blaðamanna sem að býður eftir tíðindum til að færa þjóðinni. Í morgun var mótmælt hérna svolítið fyrir utan, það voru nú ekki margir en einhverjir þekktu hér lúðra og voru að berja potta og pönnur. En við heyrðum í stjórnmálafræðingum í morgun sem að fóru yfir ástandið, þeim Baldri Þórhallssyni og Einari Mar Þórðarsyni og við skulum heyra aðeins aftur hvað þeir hafðu að segja stöðu mála. Fyrir þetta Telma, við vorum að fá það staðfest núna bara rétt í þessu að Geir Haarde ætlar að koma í andrið þess sem þú ert, nýja andrið eftir skamma stund og ræða þar við fjölmiðla alla í einu. Þannig að það er von á Geir Haarde í viðtal hér eftir einhverja mínútur. Hann gat nú ekki sagt eftir hvað langa stund en það verður væntanlega innan ekki margra mínúta og meðan við bíðum eftir því þá
ætla ég aðeins að tala hér við stjórnmálafræðingarna sem eru með hér í Kringlu Alþingis til þess að ræða stöðu mála. Aðeins kannski, Baldur, þessu skilyrði sem Samfylkingin virðist hafa sett upp eins og heimildir herma við Sjálfstæðisflokkinn. Hvað finnst þér þessi skilyrði? Samkvæmt blöðunum í morgun virðist Samfylkingin vera að setja mjög hörð skilyrði gagnvart Sjálfstæðisflokknum til þess að stjórnarsamstarfinu sé haldið áfram. Eitt af þeim skilyrðum sem ég held að verði mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkin að fallast á er að láta af hendi forsætisráðherra af stólinn. Í rauninni mætti túlka það þannig ef að Sjálfstæðisflokkurinn gerði það hefur ekkert verið talað það hingað til í stjórnarsáttmálanum, það sé ákveðin uppgjöf af hálfu Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn væri óbeint að segja að hann hafi ekki ráðið við það verkefni að stjórna landinu síðastliðna rúma 100 daga. Ég held að verið mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fallast á þessa kröfu Samfylkingarinnar. Auðveldara líklega að ráða við hinna kröfurnar, þó að það sé líka mjög stór biti að kyngja að breyta stjórn Seðlabankans. Ertu raun og verið að segja að krafan, ef þetta er rétt, að krafan forsætisráðherrastóli sé krafa stjórnarslit? Það fer eftir hvernig mönnum túlka það. Það er mjög stíf krafa og erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fallast á það og ég geri nú hvað sem formenn stjórnarandstöðu flokkarna voru að segja hér áðan. Ég geri ráð fyrir að þær þreifingar séu komnar mun lengra heldur en menn gera, en þeir vilja vera láta. Nú, Ingibjörg Sólrún var hér í viðtali í hinu andrinu rétt áðan og það virðist ekki á henni, hún er ekki búin að formlega segja það að núverandi stjórnarsamstarfi sé slitið. Það er ekki orðin formlega yfirlýsing ennþá, allavega ekki frá henni en hún sagði að hún reiknaði með að hún og Geir myndu núna í framhaldi af þingflokksfundum funda. Þínum að þetta Einar, ef við kannski gefum boltan á þig, er það bara heldur formsatrið eða er enn von fyrir þessa ríkisstjórn? Það er náttúrulega erfitt að segja. Ingibjörg rauninni gaf voða lítið út á það, sagði að það var ekki útséð með hana en heldur var svo sem ekkert sérstaklega bjartsýn á hana, hún myndi lifa af daginn. Og við sjáum það af lengd þessara funda, nú voruð þið búin að standa í rúma 2 tíma, það er greinilega tekist á inn á þessum fundum og... Hann kemur allavega inn Einar, bakkaðu meira. Talaðu. Halló. Skal við koma upp á pallin, Geir? Geir, þú getur líka verið upp á pallinum. Og hann ætlar að ræða við fjölmiðlamenn. Jæja, Geir, er komin einhver niðurstaða í þessi mál? Það grein ykkur frá því að það er niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Var þetta einróma ákvörðun í þínu þingflokki? Við höfum rætt saman helgina og í dag við formenn flokkana og það er fyrst og fremst eitt skilyrði sem að Samfylkingin setur sem að er óaðgengilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn og það er það að stjórnarforustan flytjist frá Sjálfstæðisflokki til Samfylkingar. Það var ekki samið þegar að gengi var til stjórnarsamstarfsins og kemur ekki til greina af hálfu okkar í Sjálfstæðisflokknum. Það hefur ekkert kannski farið á milli mála að það hafa verið mikil innanflokks átök í Samfylkingunni upp á síðkastið. Þau hafa gert okkur erfitt fyrir í samstarfinu. Ingibjörg Sólrún hefur þurft að vera töluvert fjarverandi vegna sinna aðstæðna og það er reynslan að fjarvera hennar hefur alltaf að þeir virðist mjög neikvæð áhrif á hópinn og við sáum það í síðustu viku með fundunum sem að haldin var í Þjóðleikhúskjallaranum og öðrum atburðum á vettvangi Samfylkingarinnar að þar stemdi hugur manna í stjórnarslit. Við teljum að það hefði hins vegar verið málefnalegur grundvöllur fyrir áframhaldi. Stjórnin hefur unnið vel og skipulega frá bankahruninu að því að undirbúa endurreisn og uppbyggingu í samfélaginu. Það hafa verið það bil 100 atriði, lagabreytingar, reglugerðarbreytingar og stjórnvaldsákvarðanir sem að hafa komið til framkvæmda eða verið ákveðnar á þessum tíma. Auðvitað er ekki hægt að gera kraftaverk á hverjum einasta degi, allir sjá það, en stundum stendur upp á okkur svo krafa að gera það. Ég vil bæta því við að
Ég vil þakka Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur persónulega fyrir það samstarf sem við höfum átt, sem ekki hefur borið skugga á. Ég tel að það samstarf hafi gefið afar góða raun og ég þakkláttur henni fyrir okkar persónulega samband á meðan þessi ríkisstjórn hefur setið. Það sem tekur nú við það að ég mun hafa samband við forseta Íslands og ganga á hans fund, vonandi seinna í dag, til að biðjast lausnar fyrir mig og mitt ráðuneyti. Ég mun áður reyna að eiga fund með formönnum allra stjórnmálaflokka hér á Alþingi til þess að fara yfir stöðuna í þeirra hóp og ég tel að eina raunhæfa niðurstaðan núna úr því sem komið sé einhvers konar þjóðstjórn þar sem að flestir eða allir flokkarnir koma að. Því miður hefur það gerst sem að ég óttaðist allan tíman frá því að bankahrunið varð í byrjun október að stjórnarkreppa myndi bætast ofan á efnahagskreppuna og fjármálakreppuna. Því miður hefur þetta nú gerst. Ég tel að Samfylkingin hafi ekki haft þrek til að ljúka þessu samstarfi með eðlilegum hætti og ganga til kosninga í vor. Það verður að skrifast á hennar reikning. En núna skiptir höfuðmáli að við missum ekki úr taktinn í efnahagsáætluninni sem í gangi á okkar vegum og alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Skiptir mestu máli að við töfum ekki frekari tiltrú út á við og að stjórnmálaöflin í landinu komur sér saman að stjórna landinu með ábyrgum hætti fram yfir kosningar sem væntanlega verða í maí. Þetta verkefni núna framundan og við sjálfstæðismenn að sjálfsögðu hlaupum ekki frá því. Eru þið tilbúinir að sitja með ráðherra í þjóðstjórn? Við erum tilbúin til þess, já. Og undir forystu þá Samfylkingarinnar? Nei, undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Er þetta vonbrigði, Geir? Já, auðvitað það vonbrigði. Ég hafði gert mig grein fyrir því allan tíman að þessi ríkisstjórn myndi sitja út kjörtímabilið. Og ég tel að eins og staðan var fyrir nokkrum vikum síðan að þá var það fyllilega raunhæft. Þá hefðu við getað komist í gegnum þennan björgunarleiðangur sem við erum í og stillt hlutunum upp á nýtt og náð hér ellu ástandi í þjóðfélaginu fyrir kosningar. Taldi hins vegar fyrir stuttu síðan, það rannaði upp fyrir mér að það var ekki raunhæft að halda út allt kjörtímabilið. Þá var það best að mínum dómi að kjósa næsta vetur eftir að megin hlutin af björgunaráætluninni væri komin til framkvæmda og rannsóknarskýrslan sem nú verið að vinna á vegum Alþingis væri orðin opinber. Þá hefði verið rétt í tíminn. Það var ekki grundvöllur fyrir þessu og þess vegna verða allir að sætta sig við það að það eru kosningar núna í vor. Það verður kosningar núna í vor og við sjálfstæðismenn erum að búa okkur undir það, en ég hefði óskað þess að þessi ríkisstjórn hefði getað setið áfram að kosningum og jafnvel eftir það ef allt hefði verið eins og það var í upphafi. Óttastu afleiðingar þessa ástands fyrir efnahagsáætlunum sem þið hafi sett fram þessi ríkisstjórn? Óttastu að það eigi eftir að fara illa fyrir þeirri áætlun? Nei, ég óttast bara að allt los og stjórnleysi í kringum þetta dragi úr trúverðuleikanum og minnki möguleikana á því að þessi áætlun skili þeim árangri sem henni ætlað að gera. En af hverju gáfu þið keppt í forsætisráðuneytið ef það var svona mikilvægt að stjórnin héldi fram að kosningum? Það fullkomlega óeðlileg krafa að flokkur sem miklu stærri en hinn gefi eftir forsætisráðuneytið í ríkisstjórn þar sem flokkarnir hafa jafn marga ráðherra. Við gáum það eftir í síðustu við stjórnarmyndun að ráðherraflokkar yrðu jafn margir. Þá náttúrulega var sjálfgert að forystan yrði hjá Sjálfstæðisflokknum og það okkar venja hér á Íslandi að stærri flokkurinn fari með. Við sömdum um það með Framsóknarflokknum árið 2003 við upphafi nýs kjörtímabils að hann tæki yfir stjórnarforystu eftir tiltekinn tíma. Það var allt annað mál heldur en nú verið að gera kröfu og ég tel að Samfylkingin hljóti að hafa gert sér það ljóst
að þessi krafa var með öllu óaðgengileg. Ég held að allir sem kom að því að móta þá kröfu hefur vitað að henni yrði hafnað. Eftir fundin með Ingibjörgu áðan, heyrist þér á henni að sé einhver raunhæfur möguleiki á þjóðstjórn eins og þú ert að lýsa og þá undir forsæti Sjálfstæðisflokksins? Ég tel að hún muni taka með ábyrgum hætti á öllum slíkum hugmyndum og að ég var ekki varð við annað en að hún væri tilbúin að ræða það eins og ég tel að öllum forystumönnunum sé skylt. Varstu búin að fallast á að... Segir að Samfylkingin hafi ekki haft þrek í þetta. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórn undir þinni forystu liðist í sundur? Ég ber ekki ábyrgð á því að Samfylkingin í tætlum sem stjórnmálaflokkur. En það er ekki við þær aðstæður sem eru núna í samfélaginu, hefði það ekki verið skynnsemi af hálfu Sjálfstæðisflokksins að gefa eftir forsætisráðherrastólinn? Nei, við teljum það ekki vera. Við fórum rækilega yfir það á þingflokksfundi í morgun. Okkur finnst að þetta sé fullkomlega óeðlileg krafa. Ég hef hins vegar sagt það að ef að mín persóna vandamál í þessu sambandi að þá ég tilbúin að víkja fyrir mínum varaformanni sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við hefðum verið tilbúinir í slíka breytingu og þá hefði ég vikið fyrir henni. Aðalatriðið okkar það að forystan átti að vera í höndum Sjálfstæðisflokksins. Voruð þið búin að fallast á aðrar kröfur Samfylkingarinnar eins og blaðamaður hefur hliðina mér að spyrja það til dæmis með Seðlabankana, það skipt út fólki þar? Ég lít ekki svo á að Samfylkingin hafi verið að stilla upp kröfum, það voru umræðuatriði bæði frá okkur og þeim. Ég er sannfærður að við hefðum náð niðurstöðu í því efni varðandi öll þau atriði og þar á meðal Seðlabankann. En mér langar að fylgja eftir spurningunum síðan áðan að þú svaraðar en ekki skipt. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórnin liðist í sundur undir þinni forystu? Ekki eins og aðdragandi þessa máls vegna þess að það er fyrst og fremst titringur, óánægja, upplausn og ágreiningur innan Samfylkingarinnar sem að vera þess valdandi að þetta ástand hefur nú skapast. Samfylkingin í raun og veru ekki einn stjórnmálaflokkur, heldur nokkrir flokkar. Formaður flokksins hefur verið það lím sem hefur haldið þessu saman en því miður virðist það ekki duga til nú. Er Alþingi samstarf? Ég get ekki engu svarað til það. Ég bara treysti því bara að allir stjórnmálafóringjarnir í landinu muni reyna að axla ábyrgðina sem fylgir því að sitja hér í forystuhlutverki í þinginu. Þú ert nefndur í einu erlendu blaði sem einn af 24 sem að berða ábyrgð á heimskreppunni. Hvernig líst þér á það? Já, þú segir nokkuð. Með Búrs og fleirum, Grímsbað. Já, maður aldrei komin í félagsskap. Gefur þér eitthvað lengri tíma en daginn í dag til þess að ræða við hina flokkana áður en að þú ákveður að fara út á Bessastaði? Nei, ég mun hringi í forseta Íslands núna á þessum viðtölu loknum og ég mun þá einnig hafa sambandi formennina og síðan verðum við að tímasetja þessa hluti eftir því sem hægt er. Hversu hratt þarf þetta að gerast? Þetta þarf auðvitað að gerast hratt en það er ekki klukkutíma spursmál. Væntanlega mun forsetinn óska eftir því að hér sitji starfsstjórn, ríkisstjórnin sitji að minnst kosti hluta af henni áfram sem starfsstjórn og sinni því sem sinna þarf þó ekki séum að ræða meiri átt að pólitískar ákvarðanir. Það er venjan í okkar stjórnkerfi og þá nota menn þá daga sem að framundan eru undir slíkri stjórn til þess að finna einhverja varanlegri lausn. En auðvitað snýst þetta núna það að koma því svo fyrir að það sé hægt að undirbúa kosningar með eðlilegum hætti í landinu og missa ekki frá sér, eins og ég hef þegar sagt, það starf sem nú verið að vinna í efnahags- og fjármálum þjóðarinnar. Hvaða áhrif hefur þetta mögulegt framtíða samstarf þessara tveggja flokka í ríkisstjórnum að loknum næstu kosningum til dæmis? Það verður bara að koma í ljós, ég get ekki svarað því núna. Kemur til greina að flýta kosningunum? Það er ekki búið að ákveða kosningadaginn, þannig að við getum ekki svarað neinn það. Það er eitt af því sem formenn flokkana þurfa að ræðum. Harmar þessa niðurstöðu? Já, ég geri það. Voruð þið ekki bara blind á skortin og trúnaðartraustinu? Jáfnvel þótti verið að vinna góð verk í efnahagsmálunum og bjarga því sem bjarga verður eftir að þá verðist bara trúnaðarbresturinn hafa verið svo mikill eins og birtist hér út í þjóðfélaginu og torgum og svo framvegis að þið voru kannski of blind á það eða?
Já, þetta er þín fullyrðing. Ég er bara mjög spurning. Já, ég get ekki svarað henni. Metur þú það? Ég er ekki sammála þessari fullyrðingu. Veist þú það í viðræðum við Ingibjörgu Sólrúnu að stíga til hliðar og Þorgerður Katrín tæki við sem forsætisráðherra? Já, ég geri það. Hún féllst ekki á það? Hún féllst ekki á þannig. En þú gerir kröfu sem sagt að verða annarkvort þú sjálfur forsætisráðherra í þjóðstjórn eða Þorgerður Katrín ef að það verði þá með þátttöku Sjálfstæðisflokksins? Já, það er nú ekki rétt að tala kröfur í þessu sambandi. Það er bara venja, að því margir sem ætla að tala venju varandi þjóðstjórnar á Íslandi, að það nú ekki verið nema einn, að stærsti flokkurinn stýri henni, og það eru svipuð fordæmi erlendis frá í þeim efnum. Það væri bara það eðlilega, en þetta er náttúrulega allt ótímabært og auðvitað eru aðri kostir í stöðunni ef aðri flokkar vilja mynda einhvers konar minni hlutastjórnir eða aðrar útgáfur. Sjálfstæðisflokkur ræður þessi ekki einn. En hvað með utanþingsstjórn? Ég tel að það væri lakasti og versti kosturinn. Ég tel að þeir sem hafa verið kjörnir til forystu á Alþingi verði að axla ábyrgðina sem því fylgir og sjá landinu fyrir stjórnhæfri forystu. Kemur þetta allt saman í ljós núna á allra næstu dögum? Já, það mun gera það. Hittirðu forsetann í dag? Það liggur ekki fyrir, ég þarf að hafa samband með hann. Hafa aðilar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lýst yfir áhyggjum af því að hér myndaði stjórnarkreppa? Nei, þeir hafa ekkert lýst sérstökum áhyggjum yfir því. Þeir auðvitað ganga út frá því að það verið staðið við það sem búið er að skrifa undir gagnvart þeim, og ég treysti því að hvaða ríkisstjórn svo sem mun sitja hér, hún víki ekki af þeirri braut sem hefur verið mörkuð, vegna þess að það er í þjóðarhag og það er þjóðarvoði ef að við sleppum því. Bendi ykkur ágætt að grein í Morgunblaðinu í dag eftir Ingvar Kristinsson í því sambandi. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skiptir sér ekki af stjórnmálum þar sem hann er að störfum, og það má einu gilda fyrir sjóði hverjir eru hér ráðherrar ef að stefnunni er fylgt eftir. Það er minnst á það einmitt í þeirri grein að það er að borga erlendar skuldir þjóðarinnar. Við getum ekkert vikist undan því sem siðuð þjóð, og er viljið til þess til dæmis inn í Seðlabanka og annar staðar að borga erlendar skuldir? Til dæmis Icesave eða einhverja öðru skuldir? Það þarf að gera greinarmun á skuldum einkaaðila og ríkisins. Ríkið stendur við alla sína skuldbindingar og hefur alltaf gert og mun ævinlega að gera. Ég leyfi mér að fullyrða það fyrir hönd allra núverandi og væntanlegra stjórnvalda hér. Hvað varðar skuldir einkaaðila, þá er það ekki málefni ríkisins, og það er það sem verður að vinna úr í bönkunum á vettvangi skilanefndanna, hvernig best verður komið til móts við þá sem hafa lánað bönkunum, lánadrottna og annað. Það er verið að vinna í því, en auðvitað skiptir mjög miklu máli fyrir okkur sem þjóð og fyrir okkar efnahag að það sé staðið að þessu öllu saman með trúverðugum hætti, bæði það sem snýr að ríkinu og það sem snýr að bönkunum, þannig að við getum byggt hér aftur upp það traust í alþjóðlegum viðskiptum sem við þurfum á að halda og í samskiptum við erlenda banka. Ein spurning í lokin. Nú er stjórnarsamstarfi ykkar formlega lokið í dag, 27. janúar, og Davíð Oddsson er ennþá í Seðlabankanum. Já, ég veit ekki betur en að það sé rétt hjá þér. Þið hefum ekki gert neina breytingar þar á? Nei, við hefum ekki gert neina breytingar á því. Það var ekki gert áður en að þessi stjórn hættir, en við erum sem sagt sammála að þessi ljúki með þessum hætti, og ég get kannski greint frá því að við kvöldumst með kossi eins og við byrjuðum þetta fyrir 1,5 ári síðan. Sagði Geir á Haarde forsætisráðherra hvatti formann Samfylkingarinnar með kossi. Stjórnarsamstarfi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokk hefur verið slitið, því er lokið. Forsætisráðherra mun nú funda með formönnum allra flokka á þingi til að ræða þann möguleika að sett verði hér á þjóðstjórn, og þá eingöngu þannig að hún verði undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Það er viðræður verða væntanlega ekki langar. Hann mun þá heyra hug formanns Framsóknarflokksins, formanns Vinstri grænna og formanns Frjálslynda flokksins í þeim efnum. Hann þekkir hug Samfylkingarinnar væntanlega hvað þennan möguleika varðar, en að þeim viðræðum sem Geir mun eiga við formenn flokkana mun hann fara á Bessastaður. Reyndar tilkynnti það hér að hann muni hringja strax í forseta Íslands og ræða við hann þessa niðurstöðu mála, en við munum auðvitað halda áfram að fylgjast með á Vísi og í fréttum Bylgjunnar í allan dag, og komum auðvitað inn ef ástæður verða til og rjúum það útsendingu ef einhver stór tíðindi gerast. En á öðru leyti greinum við ykkur frá þessu í fréttum okkar á Stöð 2 í kvöld klukkan 6:30. Segjum þessu þá lokið héðan úr Alþingishúsinu. Heimir Már og Telma Tómasson hafa staðið hér vaktina fyrir Stöð 2 ásamt fjölda tæknimanna, og ég vísa aftur upp til þín, Edda Andrésdóttir, og þakka ykkur fyrir að vera í sæl. Takk fyrir þetta, Heimir.